Við skulum biðja saman. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálp okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þínu og kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Lát mig Drottinn sjá afdrif mín og hvað mér er útmælt af dögum. Lát mig sjá hversu skammær ég er. Sjá örfáar þverhendur hefur gjört daga mína og ævi mín er sem ekkert fyrir þér. Hvers vona ég þá, Drottinn? Von mín er öll á þér. Amen.
Postulinn ritar: Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldan fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar, hver sakfellir? Jesús Kristur sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn. Hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Og á öðrum stað segir hann: enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni, og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins, því að til þess stóð Kristur og varð aftur lifandi, að hann skildi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Amen. Og þeir sem treysta sér til mig að syngja með í dag í senn. Svo að ég að hjarta þér í
til þín í ljósins heim ég fer. Þeir sem treysta sér til mega rísa úr sætum og heyra heilagt guðspjall sem að stendur svo í Markúsar guðspjalli. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara á smyrjan. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta, hann er upprisinn, hann er ekki hér. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen.
Biðjum með orðum Hallgríms Péturssonar. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Amen. Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í Lúkasar guðspjalli standa þessi orð: sólsetur komu allir þeir höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum og færðu þá til Jesú. Lúkas, sá sem guðspjalli kennt við, var höfundur guðspjallsins og líka postulasögunar sem kemur í beinu framhaldi. Lúkas var læknir og Páll postuli kallaði hann læknin elskaða vegna þess að hann annaðist líkamlegar þarfir annara. Í katólskri trú Lúkas verndardýrlingur lækna. Lúkas leggur áherslu á hversu Jesús lét sér annt hina veiku, hina fátæku og þau sem þurftu á hjálp að halda. Fyrir Lúkas lærum við hve miskunnsamur og umhyggjusamur Jesús var. Hann var og ljós heimsins, góði hirðirinn, brauð lífsins og læknirinn góði sem græðir mannsins mörgum mein og sár. Og Jesús sagði: ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þau sem sjúk eru. Jesús kom til þess að gera manneskjuna heila til líkama, sálar og anda. Og Lúkas minnir okkur á að líka eftir Jesú með því að leitast við að hjálpa þurfandi bræðrum okkar og systrum. Og góðir læknar leitast við að feta í fótspor læknisins góða frá Nasaret. Og þannig starfaði Gísli Á. Þorsteinsson sem við kveðjum hér í dag. Hann var læknir af lífi og sál og sparaði aldrei krafta sína í þágu sjúkra, af stakri umhyggjusemi, óeigingirni og fagmennsku. Allt líf hans og starf miðaði að því að líkna og lækna. Hann leitaðist við að hjálpa eins vel og honum var unnt hverjum þeim sem til hans leitaði, hvort sem það var á formlegum vinnutíma eða utan. Gísli leit á alla sem jafningja og gerði aldrei mannamunn. Hann átti einlæga trú á Guð og lifði lífandi bænalífi. Hann bað þess að Guð væri í verki með sér og hann bað fyrir sjúklingunum sínum á hverjum degi. Ef einhver óskaði eftir þjónustu trúaðs geðlæknis var oftar en ekki bent á Gísla. Hann lifði og andaði fyrir læknistörfin alla tíð, frá árunum upp úr 1960, allt til ársins 2010. Hann naut góðrar heilsu lengi vel og líklega má telja veikindadaga hans á rúmlega 40 árum á fingrum annarar handar og sjaldnast náði hann að taka fullt sumarfrí. Jesús sá sem segir: ég upprissan og lífið, hver sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Ég lifi og þér munu lifa, í þeirri von og trú felum við Gísla Guði á vald. Gísli Ásgeir Þorsteinsson var fæddur í Steinnesi, austur Húnavatnssýslu, þann 28. mars árið 1937. Foreldrar hans voru þau Þorsteinn B. Gíslason, sóknarprestur og prófastur, dáinn 1980, og Ólína Soffía Benediktsdóttir, húsmóðir og organisti, dáinn 1996. Gísli var yngstur 3 systkina. Elst var Sigurlaug Ásgerður, Lauga, fædd 1923. Hún lést árið 2018 og í miðið Guðmundur Ólafs, fæddur 1930. Já, Guð blessi minningu látinna foreldra og systur. Gísli ólst upp í Steinnesi við hefðbundin sveitastörf og mikinn bóklestur og átti glaða æsku á góðu heimili. Hann gekk í grunnskóla að mestu hjá föður sínum sem hélt skóla í Steinnesi. Heimilið var ætíð mannmargt og mörg áttu þangað erindi og höfðu lengri og skemmri viðdvöl. Þar bjuggu líka meðal annara Sigurlaug Sigurjónsdóttir, eða Óla eins og hún var alltaf kölluð, og Jónína G. Benediktsdóttir, Jóna, systir Ólínu.
En Gísli dvaldi löngum stundum hjá Ólu eftir ótímabært andlát eiginmanns hennar, Ármanns Benediktssonar og móðurbróður Gísla. Og Óla var Gísla sérstaklega kær. Gísli var strax mjög bókneyður og las allt sem hann komst yfir. Hann var skarpgáfaður og þroskaður eftir aldri og ungur ákvað hann að verða læknir eftir að hann kynntist lækninum Páli Kolka, en Gísli leit mjög upp til hans alla tíð. Gísli hleypti heimdragan 16 ára gamall og fór til Reykjavíkur til náms við Menntaskólann í Reykjavík. Þaðan tók hann stúdentspróf með glæsibrag árið 1957. Minntist hann stúdentsáranna með mikilli gleði og eignaðist hann þar góða vini og hélst sú vinátta alla tíð. Að því loknu kom ekki annað til greina en að hefja nám í læknisfræði í Háskóla Íslands. Í náminu kynntist hann eftirlifandi eiginkonu sinni, Lilju Jónsdóttur frá Sauðárkróki, sem þá var hjúkrunarnemi. Foreldrar hennar voru þau Jón Ástvaldur Magnússon og Jóhanna Jóhannsdóttir. Gengu þau í hjónaband í Steinnesi þann 19. maí 1963 og það var auðvitað faðir Gísla, séra Þorsteinn, sem gaf þau saman. Gagnkvæm ást og virðing einkenndi þeirra sambúð alla tíð. Það sama ár og þau giftust, eignuðust þau soninn Þorstein Björn, sem fæddur 15. október 1963. Eiginkona hans Ragnhildur Unnur Ólafsdóttir. Fyrir átti hún börnin Þorstein, Jóhann Frey, Erlu og Björgvin Þór. Barnabörnin eru Jenny Huld, Andri Freyr, Bjarki Þór, Gunnar Dan, Apríl Unnur, Mía Lind, Nói og Snorri Þór. Og barnabörnin eru Meifa Meri og Rían. Gísli og Lilja eignuðust svo soninn Jón Ármann í Linköping þann 10. nóvember árið 1969. Hann kvæntur Hildi Sigurðardóttur og eiga þau synina Þorstein Gísla og Sigur Kára. Gísli fékk almennt lækningaleyfi 1965 en hafði starfað áður sem læknir í Blönduóshéraði. Það reyndi mjög á hann sem almennan lækni og þurfti hann meðal annars að gegna tannlæknastörfum og að taka á móti börnum. Kom sér þá vel hans mikla viska og útsjónarsemi því að margt þurfti hann að bjarga sér með sem var utan við formlegt námsefni í læknisfræði. Gísli hafði þann eiginleika að líta á manneskjuna í heild sinni en ekki bara sem ópersónulegt sjúkratilfelli. Hann fór í framhaldsnámi geðlækningum ásamt fjölskyldunni til Eskilstuna, Linköping og Vestervík í Svíþjóð frá 67 til 71 og minnist öll fjölskyldan áranna þar með mikilli gleði. Gísli var almennt hrifinn af Svíþjóð, á tónlistinni, matnum og fólkinu yfirleitt. Og eitt sinn þegar hann var að skoða sjúkling, sagði viðkomandi við hann: mikið nú gott að hafa loksins innfæddan Svía til að tala við. Þessir útlendingar kunna ekki til sænsku og vita ekkert læknistörf. Hann var settur tímabundið í aðstoðaryfirlæknisstöðu í Vestervík á mjög stóru sjúkrahúsi, þar sem meðal annars var réttargeðdeild, sem sýnir að hann var þegar virtur fyrir störf sín. Þegar fjölskyldan fluttist frá Svíþjóð sumarið 1971, hóf hann störf við Kleppspítalann í Reykjavík, nánar tiltekið á deild 11 sem var móttökudeild. Þar starfaði hann til haustsins 84 en hann fékk sérfræðileyfi sitt í geðlækningum árið 1974. Og eins og við var að búast var Gísli mjög vinnusamur og samviskusamur og hafði sterka ábyrgðartilfinningu, ekki bara gagnvart sjúklingunum, heldur starfsfólkinu öllu. Hann var líka frumkvöðull á ýmsum sviðum í að veita læknismeðferð og þar kom sér vel góð þekking hans og eðlisgróin hlýja og umhyggja hans gagnvart skjólstæðingum sínum. Hann leit á sjúklingana umfram allt sem manneskjur og bar sanna virðingu og umhyggju fyrir þeim. Á þeim árum sem hann kom til starfa áttu sér stað miklar framfarir í geðlækningum, ný lyf komu til sögunar og fjölbreyttari meðferðarúrræði.
og lögð var áhersla á að skapa sjúklingum sem heimilislegastar aðstæður og ekki síst lögð áhersla á að koma sjúklingum út í lífið á ný og gjarnan út á vinnumarkaðinn. Og það náðist vissulega mikill árangur. Margir sjúklingana komust til bata og út í þjóðlífið aftur og út á vinnumarkaðinn. Það að leggjast inn á Klepp var ekki lengur einhver stóri dómur sem hafði í för með sér útilokun frá þjóðfélaginu, heldur áningastaður til betra lífs. Þá voru uppgangstímar, iðjuþjálfar og sjúkraþjálfarar voru að vinna með sjúklingunum og hvatti Gísli sjúklingana sína til að nýta sér þessa möguleika til framgangs og bata. Eitt sinn stóð hann fyrir ásamt Maríu Finnsdóttur hjúkrunarfræðingi frumkvöðla ferðalagi í nokkra daga til Vestfjarða ásamt starfsfólki og sjúklingum. Þar gistu menn undir sama þaki og allt gekk vel. Þetta var árið 1966. Eftir árin á Kleppspítalanum starfaði hann sem sérfræðingur við deild 32C á geðdeild Landspítalans. Á þeirri deild 32C starfaði hann allt til ársins 2010 í 26 ár alls. Og í 26 ár alls fór hann á hálfsmánaða fresti til dvalarheimilisins Áss í Hveragerði til að annast sjúklingan þar. Hann var líka einn af þeim sem þróaði starfsemina í Víðihlíð sem Megas söng svo síðar. Gísli var því geðlæknir í 4,5 áratug, ávallt á móttökudeild, þar sem hann sinnti bráðveiku fólki og áreiðanlega eru það fáir læknar sem hafa sýnt slíkt úthald. Hann var lengi stundakennari í geðlæknisfræðum við Læknadeild Háskóla Íslands og tíma við lagadeildina þar. Einnig ritaði hann fjölda greina í innlend og erlend rit geðsjúkdóma, geðlyf og geðverndarmál. Hann hafði yfirburða þekkingu á geðlyfjum og notkun þeirra og fylgdist ávallt vel með því sem var efst á baugi í fræðunum. Og einn kollegi sagði að hann væri eins og gangandi alfræðibók geðlyf og raunar miklu fleiri lyf af ýmsum toga. Og þá lét Gísla einkar vel að miðla þekkingu sinni til yngri lækna og læknanema sem gjarnan bera honum mjög vel söguna og þakka það góða veganesti sem þau fengu undir handleiðslu hans. Þegar að starfslokum kom, var haldið tvisvar kveðjuhóf honum til heiðurs, því hann var beðinn að koma aftur inn á deild og starfaði því til 73 ára aldurs. Hann var gerður að heiðursfélaga Geðlæknafélags Íslands þann 22. apríl 2023 fyrir þá ósviknu alúð sem hann hafði lagt í umönnun sjúkra á starfsferli sínum. Gísli var trúr og traustur og alltaf hægt að reiða sig á hann. Hann gekk aldrei á bak orða sinna, hann var drengur góður í raun og sannleika og á vissan hátt var hann eins og blanda af sveitamanni og heimsborgara. Mikið ljúfmenni í framgöngu allri og sá yfirleitt aðeins það góða í fari náungans. Hann talaði aldrei illa nokkurn mann og sá oft jákvæðu og gamansömu hliðarnar á málunum. En þótt hann væri ljúfmenni var hann svo sannarlega ekki skaplaus. Hann hafði mikið og stórt skap sem hann reyndar flíkaði ekki mikið. Þá var hann skoðanafastur með afbrigðum, menn þurfti að vera afar rökfastir til að snúa honum ef það var þá á annað borð hægt. Hann hafði sterkar skoðanir á stjórnmálum, bæði innanlands og utan og fylgdist vel með alla tíð. Gísli var mikill húmóristi og kunni vel að gera gamni sínu. Hann var sjálfmenntaður á píanó og greip gjarnan til þess og spilaði þá gamla jazz- og dægurlagaslagara ásamt gospeli og sálmum. Hann lék á píanóið sjálfum sér til ánægju, en seinni árin kom fyrir að hann spilaði við hátíðleg tækifæri á Landspítalanum og vakti þannig mikla lukku. Og þá sleppti hann tökum á jazzgeggjaranum, alveg lausum. Hann var mikill dýravinur og voru kettir í sérstöku uppáhaldi hjá honum. Hann var mikill aðdáandi kremkeksins frá Frón, sem var kallað Gíslakeks, lengi vel en Avakeks síðar meir. Og Coca-Cola sagði hann vera mikið læknislyf og ætti alltaf að vera til staðar. Hann passaði vel upp á bílana sína að þeir væru alltaf í góðu ásigkomulagi og var laginn við að múra. Það var þó eitt sem hann náði aldrei að komast inn í og það voru íþróttir.
Honum fannst gaman að sitja og horfa á íslenska karlalandslið í fótbolta, en var alveg fyrirmunað að skilja að eftir hálfleik þá áttu liðin að skipta vallarhelming. Árin liðu og Gísli varði ævikvöldinu heima í Hjallalandi hjá Lilju sinni. Þau fóru nokkru sinnum út fyrir landsteinana meðan heilsan leyfi, oft í heimsókn til Þorsteins sonar síns og fjölskyldu og seinni árin fóru þau norður í land til Jóns Ármanns og fjölskyldu á Skinnastað og vörðu þar mörgum jólum. En öllu afmörkuð stund og allt undir himninum hefur sinn tíma. Það kunnara en frá þurfi að segja að líf okkar stefnir allt að einum ósi. Gísli kvaddi þennan heim eftir stutt veikindi á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi þann 16. október síðastliðinn, umvafinn umhyggju sinna nánustu. Og á kveðjustundu sem rödd af himnum segi: Gott þú góði og trúi þjónn, gakk inn til fagnaðar herra þíns. Svo koma nokkrar kveðjur. Hér kveðja frá Guðrúnu Rafnsdóttur og Hjalta Pálssyni frá Sauðárkróki og Maríu Hjaltadóttur og fjölskyldu á Vöglum með kærum þökkum fyrir trygga vináttu á liðnum árum. Innileg kveðja frá Sigurbjörgu Hildi Rafnsdóttur eða Lillu í Grikklandi. Kristín og Sigurjón senda kveðjur frá Portúgal og segja: við kveðjum kæran fjölskylduvin og nágranna og minnumst margra góðra stunda með Gísla. Megi góður Guð vaka yfir ykkur kæra fjölskylda og styrkja á þessum erfiða tíma, góðar minningar Ylja. Og Hera og Donni senda innilega samúðarkveðju til Lilju og fjölskyldu og vina. Og sem þakklæti fyrir auðsýnda samúð og vinarhug kirkjugestum boðið að þiggja veitingar í safnaðarheimilinu strax að athöfn lokinni. Nánustu ástvinir fara í kirkjugarð strax að athöfn lokinni og koma svo í safnaðarheimilið. Guð blessi minningu Gísla Ásgeirs Þorsteinssonar. Megi ljós hins uppristna Jesú Krists varðveita hann eilíð alla. Guð blessi þig Lilja, synir, barnabörn og ástvini alla. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Amen. Biðjum saman. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Gísla og Þorsteinssonar, bróðir okkar sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen.
En allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottin hefur kennt okkur og við biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins og Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists. Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen.